Raindrops keep falling on my head. And just like the guy who's feeling. Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið heil og sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 24. júlí. Á forsíðu Morgunblaðsins í dag erum við að fjalla mjög áhugavert mál sem tengist rafbílum á Íslandi og hvernig verðlagning á þeim myndi þróast ef við gengjum í Evrópusambandið. Sjáið þið þetta. Á síðustu vikum hefur mikið verið rætt vöruverð á Íslandi og hvernig það kann að taka breytingum ef við göngum í Evrópusambandið. Þar hafa ýmsar rangfærslur verið uppi og reynda margt mjög óljóst það hvernig þau mál munu þróast. En það eru aðrir þættir sem að liggja ljósir fyrir í ljósi þess að Evrópusambandið tollabandalag. Eitt af því það hvernig verð á bifreiðum sem að fluttar inn í Evrópusambandið bera tolla. Við ætlum að fara hérna yfir í stuttumáli hvernig kínverskir rafbílar sem að ryðja sér til rúms og eru orðnir mjög vinsælir í Íslandi munu verða verðlagðir ef við göngum í Evrópusambandið miðað við það sem nú er. Þetta Tang jeppinn frá BYD. Hann mun bera 27% toll í Evrópusambandinu og fara úr 11 milljónum í 14. Þetta G9 frá XPeng. Hann kostar 11 milljónir á Íslandi í dag. Ef við varum í Evrópusambandinu myndi þessi bíll kosta 14,4 milljónir. Engin bíll fer eins illa út úr tollarstríði Evrópusambandsins við Kína en MG. S5 bíllinn sem hér fyrir aftan mig kostar á Íslandi 6.090.000. Hann mun kosta 8.480.000 krónur ef við göngum í Evrópusambandið. Tesla ber lægri toll heldur en flestir aðrir kínverskir bílaframleiðendur. Tesla Model 3 einmitt framleiddur í Shanghai en hann ber þó 17,8% toll. Þessi bíll kostar á Íslandi í dag 5.790.000 krónur en myndi að öllu öðru óbreyttu ef við gengjum í Evrópusambandið kosta ríflega 6,8 milljónir. Þetta Polestar 4. Hann mun bera 28,8% toll ef við göngum í Evrópusambandið. Hann kostar í dag 9.590.000 en mun kosta 12.351.000 krónur ef við göngum inn. Þetta Seal-bíllinn frá BYD. Hann mun hækka 27% rétt eins og Tangen. Hann mun fara úr 7.350.000 í 9.334.000 eða hækka rétt tæpar 2 milljónir. Hérna hafið þið nokkur dæmi og við ætlum að fara nánar yfir þetta mál í Morgunblaðinu á morgun, hvet ykkur til þess að kynna ykkur þá umfjöllun. En þetta allavega hluti af þeim pakka sem fólk að óska eftir því að fá að kíkja í. Hér liggja tölurnar ljósar fyrir. Hér á þessum vettvangi höfum við fjallað talsvert kjarasamning á almennu vinnumarkaði og forsendu ákvæði sem að þurfa að halda þann 1. september næstkomandi. Ný mæling Hagstofunnar sýnir að verðbólga nú komin í 5,3% en var 5,2% í síðasta mánuði. Við erum því ekki að ná tökum á verðlaginu og þetta langt yfir þeim mörkum sem að settir í þessum fyrrnefndu forsendu ákvæðum. Í raunni verðbólgan meiri en hún virðist vegna þess að ríkisstjórnin greip til aðgerða fyrir sumar með því að lækka vöruverð á eldsneyti. Það gerðu með því að taka virðisaukann á þeirri vöru úr 24% í 11%. Það lækkaði vöruverð í einni svipanum rúmlega 0,31% og því verðbólgan í landinu nær 5,6% heldur en 5,3%. Þetta mjög alvarlegt mál og það ljóst að vinnumarkaðinu verður í herpingi á komandi hausti. Við ætlum að fjalla þessi mál hér á komandi vikum og mánuðum. Þið getið stólað á það og vonandi að við fáum fulltrúa ríkisstjórnarinnar sem að ráða miklu þróun þessara mála til þess að mæta hér og ræða við okkur. En í þætti dagsins ætlum við að beina sjónum okkar að Evrópusambandinu og mögulegri aðild Íslands að því. Hingað koma tveir öflugir menn, þeir Hermann Guðmundsson, forstjóri Kemi og stofnfélagi í Áfram Ísland og svo Hjálmar Vilhjálmsson sem í stjórn samtakanna Já til að sjá. Hann framkvæmdastjóri hjá útgerðarfélaginu Brimi og hann hefur sína skoðun á þessum málum. Ég tek það sérstaklega fram hér í upphafi þáttar að þeir koma ekki hingað sem fulltrúar þessara fyrirtækja, heldur sem einstaklingar sem vilja leggja orði í belg þessa mikilvægu ákvörðun sem við Íslendingar stöndum frammi fyrir þann 29. ágúst næstkomandi.
Í síðari hluta þáttarins verður svo gestur minn Guðmundur Fertram Sigurjónsson sem stofnaði Keresis á Ísafirði, seldi fyrirtækið ásamt öðrum hluthöfum fyrir 3 árum en núna einn af framkvæmdastjórum Koloplast í Danmörku. Hann flutti erindi á fundi hjá Áfram Ísland á miðvikudaginn síðasta þar sem hann fór yfir það af hverju hann telur að Íslandi sé betur borgið utan Evrópusambandsins en innan. Ég ætla að ræða við hann þá afstöðu en einnig stöðun á Keresis sem ótrúlegt fyrirtæki sem að breyta lífi þúsunda og tugþúsunda manna allan heim. Fylgist þið með þessu, en áður en að því kemur, þá ætlar Ásthildur Hannesdóttir að fara yfir það hvernig pólitíkin blasir við okkur á samfélagsmiðlum. Góðan og blessaðan daginn, kæru pollagalakallar og konur. Maður þarf nú bara að fara að fá kút og kork með þessu tíðarfari hérna. Og nei, ég ekki að tala við ykkur hérna á Austurlandinu góða, sko. Herregud! Sjálfu og frontkamerukóngurinn lét rigningasuttan ekki slá sig út af laginu í vikunni, enda hann að reyna að koma sér í form, elsku kallinn, og aðhyllist engar skyndilausnir í þeim efnum eins og fólk gerir nú flest svona nú til dags. Það fer enginn í göngu í öskuliðina þessa dagana til að skafa sér aukakílóin. Nei, Jesús, fólk bara sprauta sig með peptíðum. Einfalt og þægilegt. Og af því að evran engin skyndilausn, að þá viljum við ekki sjá hana. Takk fyrir túkall. Diljá Mist hefur svolítið verið að detta á frontkameruvagnin og farin að leika eftir öll trendin hans Pavels. En hún stödd í sveitasælinu á Ítalíu, þaðan sem hún færir okkur allar martraða sögutan af því hvernig málum Ítalíu háttað þarna innan ESB. Jesús, maður sé bara Úrsulu fyrir sér bara í einhverjum blóðugum nunnubúning við rúmstakkinni á sér á næturlagi eða eitthvað. ESB martröðin, sko. Halla Hrund Íslandaði yfir sig að vanda í vikunni þegar hún draup á vatni beint úr læknum. Hún sko engin föðurlandsvikar, hún Halla Hrund. Ó nei, Ísland best í heimi. Íslenska vatnið. Ekkert betra. Gummari elti veðrið eins og sönnum Íslendingi Sæmeir í vikunni og skellti sér í tjaldútileg og kirkjubæjaklaustur, eins og einmitt hálft Ísland gerði. Sanna deildi myndaalbúmi frá Lissabon en þar hún bara alsæl með mömmu sinni og vitið hvað? Þetta mjög sniðugt sko en þær mæðgur, Sanna Magdalena Mörtudóttir og mamminar Marta, skelltu sér á Mörtu ströndina í Portúgal. Alveg magna, vantaði bara Mörtu smörtu. Ása Berglind og fjölskylda flúðu haustveðrið hér á landi og njóta nú lífsins bara spriklandi á Grikklandi, sólbrennd og sæl á ströndinni. Já, munið bara, elsku vinir, að bleikt breytist í brúnt. María Rut hefur verið utan þjónustusvæðis í vikunni en hún fór ásamt Fríðu föruneyti til Aðalvíkur þar sem allt sambanslaust. Og það bara mjög gott fyrir svona smáhrjávalda að kúpla sig eins út og það ekkert verra fyrir okkur hin sem að gleipum við öllu sem þeir láta út úr sér á samfélagsmiðlum. Gott fyrir alla. Hildur Borgó gætaði gestum sýninguna Smáborg Háborg á Kjarvalsstöðum í vikunni við góðar undirtektir þar sem hún fór yfir sögu borgarinnar í þátíð og framtíð. Henni margt til lista lagt greinilega. Í bókstaflegri merkingu. Eyjó Peyjó hefur staðið í þrotleysri hagsmunagæslu fyrir íslenskar flugsamgöngur og hefur fengið einhverja ESB-dúta til að framlengja grænu ETS sérlausninni fyrir Ísland. Svona eitthvað mega deal. Special price for you, my friend. Þetta allt svo sætt, sko. Sigga And kallar ekki allt ömmu sína en hún tók viðtal við franskan mann sem staddur var hér á landi í vikunni og spurði hann út í ESB og allt þetta. Hann hefur sko engra hagsmuna að gæta þessi maður, bara venjulegu frakki sem segir ESB allt of þunglamalegt bákn sem gerir engum neitt gott. Bara óskup venjulegur þessi maður. Á meðan þingmennirnir okkar liggja nú í sumarmarneringunni samt starfsfólk Alþingis að vinna og nýtur tíman í tiltekt. Þessi forláti gripur hér fannst í tiltektinni og vitið hvað Nei, þetta nefnilega ekki bókastof eða þakrenna. Þetta nefnilega eitt stykki vindlastatíf. Þá vitum við hvað þetta líður að gera þarna niður á þingi. Úturikt alveg. Góða helgi! Svo þingmenn gátu geymt vindla sína á bakkanum og meðan þeir héldu ræður. Renault Scenic. Sjáðu heiminn. Ekki láta loka þig inni. Veldu frelsi. Samsung. Mannvirki, byggingar og hallir. Hvað sem þú vilt byggja, þá framleiðum við byggingarefni framtíðarinnar. Limtré Vírnet. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur.
Bótaréttur.is 520 51 00. Komið sæl nýju, við þökkum Ásthildi fyrir hennar yfirferð á samfélagsmiðlunum þessa vikuna. Hingað hins vegar komnir góðir gestir sem á öndverðum meiði í Evrópusambandsmálum. Þeir koma báður úr atvinnulífinu og ég hlakka til að eiga við á samtalum mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu og hvaða áhrif það getur haft á íslenskt efnahagslíf og viðskiptalíf leið. Þetta er Hermann Guðmundsson sem er einn af stofnfélögum Áfram Ísland sem berst gegn aðildarumsókninni. Hann er forstjóri Kemi á Íslandi. Og svo Hjálmar Vilhjálmsson, hann er framkvæmdastjóri hjá útgerðarfélaginu Brimi og er í stjórn Já til að sjá hreyfingarinnar sem best einmitt fyrir því að við munum ganga til aðildarviðræðna og að fá sjá samning frá Evrópusambandinu það hvernig þetta geti allt litið út. Velkomnir báðu tveir. Takk. Það er mikið rætt þessi mál fram og aftur. Atvinnulífið er auðvitað stór hluti af spurningunni vegna þess að bæði EES-samningun og aðildarviðræður geta haft mótandi áhrif á það hvernig við munum haga okkar málum í tollamálum og öðru sem við erum að fjalla hérna í Morgunblaðinu dag frá degi. Hjálmar, segðu mér svona út frá þínum vinkli meðlandsreynslunni úr sjávarútveginum. Hvað er það sem að þú vill sjá í samningi ef hann lægi fyrir eftir 1, 2, 3, 4 ár? Það eru nokkur atriði sem að þarf að fara í gegnum og eru mjög mikilvæg og ég vil bara ítreka það að eins og fólki sem er í sjá að við styðjum Já í ágúst og ég segja hér, ég sagt það áður að ég áskil mér fullan rétt til þess að skipta skoðun ef að aðildarviðræðurnar skila ekki því sem þau þurfa að skila. En við þurfum að tryggja stöðu deilistofna að þar eru við að veiða ásamt öðrum strandríkjum í Norður-Atlantshafi og hlutdeild Íslands að hún þarf að vera viðunandi. Þetta eru aðalega 3 stofnar sem að ræði þar og það þarf að ná tvíhliða samkomulagi við Evrópusambandið. Við erum með samkomulagi makríl við aðrar þjóðir, Bretland, Noreg og Færeyjar, en þetta er algjört lykilatriði. Að þetta verði samningur sem er Íslandi og íslenskum hagsmunum hagstæður. Í hverju geti hann falist þar að segja, það er viðurkennt að það ekki yfirstjórn sjávarútvegsmála færist til Brussel samkvæmt bara sáttmálum þess. Er möguleiki sér þetta á því að koma á einhverju samningi við inngöngu sem myndi tryggja það að okkar hlutdeild væri fikseruð með einhverjum hætti eða við getum með einhverjum hætti haft úrslita áhrif eða neitunarvald það hvernig þessu yrði úthlutað eftir á? Það var grein í Mogganum eftir Torbein Foss sem var í samningarnefnd Noregs og þegar Noregur felldi seinni samningin, þetta hefur verið 94, að þá setti Noregur inn í aðildarsamningin hlutdeild sína í öllum helstu nytjastofnum. Og þetta skiptir náttúrulega mjög miklu máli, því að þá er að koma í aðildarsamningin. Síðan er þetta með yfirstjórnina, í fyrsta lagi, að Evrópusambandið er samstarfsvettvangur þjóða og menn ákveða sameiginlega að fela framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ákveðin verkefni að því að þegar svo ákveðin var tekin að þá telja menn að það þjóni hagsmunum heildarinnar. Það er hugsunin. Og ástæðan fyrir því að þegar einstök lönd, Ísland er þetta mjög sérstakt því að við erum að tala nytjastofna sem að Ísland er eini aðilinn sem að veiðir þá sko. En þegar einstök lönd eða ráðherrar fá mat frá vísindamönnum hvað eigi að veiða mikinn fisk að þá vill Evrópusambandið að þetta sé miðlæg loka ákvörðun. Af hverju? Að því ef að Spánverjar ætla að veiða 50% og Ítalía 70% og Grikkland 90% og þá fer allt í abbaskít. Þannig að ég sé ekki þennan þátt sem vandamál fyrir Ísland. Ég sé það ekki. Það er að segja ef við ætlum að haga málum eins og við höfum gert með frábærum árangri áratugum saman, að við ætlum að hlusta á vísindamennina og við ætlum að fara eftir þeim.
En þá það aftur hlutdeildin, þannig að ef við ætlum að setja einhverja afla hlutdeild inn í samningin, þá vantarlega hafa hina þjóðirnar sem á vettvangi þessa samstarfs einhverja skoðun á því. Ekki, það bara eins og með Örugglega, alveg örugglega munu einhverjir í Írlandi, hagsmunaaðilar í Írlandi, alveg örugglega. En þetta bara flókin dýnamík. Þú ert í rauninni að semja við 27 mismunandi ríki að koma inn í samstarf með þeim. Almennt það þannig að ef þú ert með hagsmuni sem að skarast ekki á við hagsmuni annara, þá það mjög auðvelt með að finna út af því. En ef þú ert með hagsmuni sem að skarast beint á við hagsmuni annara, eins og hlutdeildin í deilistofnunum gerir að hluta til. Það enda smá svona tvist í því að því að hlutdeild Íslands sem að Evrópusambandið samþykkir, henni þið bætt við. Já, heildina. Já, heildina. En þá myndi Írarnir segja ef þetta of hátt og svo þarf Evrópusambandið þá að semja lækkun í samningu við Noreg eða Bretland, að þá fara allir niður En nú hafa Írarnir þurft að kyngja breytingum, gerðu það síðast núna þessu ári á grundvelli eldgamals samkomulag sem að þeir hafa stólað á frá 8. áratugnum. Já, þetta tala þetta hagdæmi hérna frá 76. Já, það svolítið áhugavert og því að ég var nú að vinna í Evrópusambands umhverfinu, ég fór inn með fyrirtæki sem var í landi sem að gekk inn í Íslandi og ég var að vinna í þessu umhverfi í 17 ár og á þeim tíma þá flögguðu Írar oft þessu hag ákvæði og oft til þess að fá eitthvað í staðinn. Þeir flögguðu ákvæðinu og svo fenguður eitthvað sem þeir voru að biðja í Norðursjónum. Stundum eitthvað tæknilegt varandi Möskva stærðið eitthvað en hagákvæðið þannig að það samþykkt 76 á þessum tíma að þá Írland eitt fátækasta land vestur Evrópu ef þú tekur sjávarútveginn í heild sinni og skoðar sem sagt afleidd áhrif af honum að þá voru mælingar sem að sýndu alltaf 12% af landsframleiðslunni var sjávarútvegstengt svona 8 til 12, þetta var svona svolítið hlaupandi eins og það er að tala einhverja afleita veldu og eitthvað svona. Síðan, ég man nú ekki tímalínuna nákvæmlega, en síðan líður svolítið tími og það kemur fyrsta sameiginlega stefna Evrópusambandsins sem að menn sammælast að sé gott fyrir heildina. Írland samþykir þar þennan hlutfallslega stöðuleika sem að heitir á ensku relative stability og þar með að þá eru þessar kvóta hlutdeildir fastsettar. Hagákvæðið var að vegna efnahagslegra stöðu Íra, vegna mikilvægis sjávarútvegs fyrir þá, að þá áttu þeir að njóta þess að aflaheimildir þeirra myndu skerðast minna ef það kæmi högg. Þeir samþykkja sjávarútvegsstefnuna 4 sinnum. Það sem að þessi hlutfallslegi stöðuleiki er neldur. Og það er eitt í þessu líka, ég ætla að fá að skjóta inn, Stefán, að ég skil þetta svolítið hjá fólki sem hefur alltaf starfað bara á Íslandi. Að stefnufesta og svona pólitískt fordæmi er bara ekki það sama hér og á meginlandinu. Þú veist að þetta er ekki En Írarnir eru ósammálaðir. Að sjálfsögðu. Ef ég var að verja írska hagsmuni, ég var alveg brjálaður. En höldum áfram með söguna. Þeir samþykkja þetta 4 sinnum. Síðan kemur makríllinn og það er hrikalegt hrun í makríll. Írarnir voru reyndar ekki að veiðan aðalega í sínu vatni, þeir veita hann í bresku vatni. Af því að Bretland eiginlega gekk, eru svona hægt og hljótt eiginlega gengið aftur inn í sjávarútvegsstefnuna svona de facto. Það er svona svolítið verið að fara í stílinn, en Brexit það bara komið vandamál þegar þau fóru út. Og þá segja Írarnir, hei, við viljum fá kvóta frá þér í Þýskalandi og þér í Litáen. Þá segja hinar þjóðirnar, þeir eru ríkasta þjóðin í Evrópu. Sjávarútvegur eitthvað 0,hvað%. Þetta er ekki sem er forsendur. Ég er ekki að fara að taka kvóta af litáensku sjómönnum og þú ekki að þýskum. Þeir eru þar að ekki að veiða þetta í öðru vatni.
Já. Við höldum okkur bara relative stability. Þetta búið að gildi í 50 ár og þegar við fengið ávinninga þessu. En nú eru forsendurnar bara brostnar. En þetta verður útkljáð og það þannig sem að Evrópusambandið virkar að þegar kom upp deilumál að þá leysa maður ekki með afli. Þetta fer fyrir dómstól. Það nú oft leyst með afli þegar að menn beita til þess ráðherraráðinu fyrir sig. Það ekki alveg. Þetta tekist á. En þú hefur alltaf... Og menn fara með það þá fyrir Evrópudómstólinn? Já, menn fara með það fyrir Evrópudómstólinn. Og menn hafa alltaf þennan möguleika. Það þess vegna sem að þetta hefur verið rannsakað. Það þess vegna sem að rannsóknir sína, ekki ein og ekki tvær, margar, að pólitískur ávinningur af þessu samstarfi langmestur hjá smáríkjum. Það að útkljá málin með afli, eins og Bandaríkin eru núna að gera, þeir eru að fulla að taka sig út úr alþjóðasamstarfi. Af því að þeir hafa afli þó þau sé ekki inn. Já, akkurat. Evrópusambandið ætlaði til dæmis að beita Íslendinga afli í ICE en við fórum með það fyrir dómstóla, reyndar annan dómstól og EFTA-dómstólinn sem að var... En er það eitthvað skrítið? Það voru 2 aðildarþjóðir Evrópusambandsins sem voru í deilu. Auðvitað stendur Evrópusambandið með sínum aðildarþjóðum. Skárra væri það nú. Já, þess verður nú reyndar að hafa rétt að standa, myndi maður ætla. Já, við skulum hafa það í huga. Það skiptir máli. En Stefán, við skulum hafa það í huga, sko, menn við ekki standa með hverju sem er. Nei, ég er sammála. ICE er frábært mál og þetta er einu mótmælin sem ég hef mætt í á ævinni. Og ég man ekki hvort þið munið það á Bessastöðum að það voru svona rauð blys. Jú. Herðu, þau komu frá flugveldasölu fram. Ég opnaði flugveldasölu fram og tók öll blysin. Gísli Freyr verður mjög glaður að heyra það. Já, en sko með þetta, núna misti ég þráðinn, ég fór að hugsa flugvelda. Þess vegna ætla ég að spyrja Hermann út í þetta. Þú ert ekki í sjávarútvegi en þú hefur lengi átt í miklu viðskiptum við sjávarútvegi, gerð það í gegnum þitt fyrirtæki og þetta gerð það ekki á N1 og skipa til sambandsins þegar þú varst enn yngri en þú varst í dag. Akkurat. Hvernig horfir þetta við þér með þessa sameiginlegu sjávarútvegsstefnu, viðbrögð Hollandi eða hollenska þingsins og annað? Sko, þetta er auðvitað dálítið mikil tækni í þessari umræðu og flóki kannski fyrir þá sem ekki setja sig inn í þessar reglur og ég er ekki sérfróður sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Ég bara fagna því að við skulum ráða þessum málum sjálf og við skulum ráða okkar 200 mílum sjálf. Það mun breytast við eingöngu. Þá verða 200 mílna efnahagslögsagan verður evrópsk og við verðum með 12 mílna landhelgi eins og önnur Evrópuríki. Þannig að þá þurfum við að eiga í þessu samstarfi sem að Hjálmar er að lýsa og ég er ekkert að spá að það verði neitt slæmt samstarf en ég þekki bara það fólk sem að starfar í atvinnulífinu í Evrópu, það mun auðvitað sækja sér allan þann ávinning sem hugsast getur og við munum alveg örugglega eiga fullt í fangi með að verjast sem er svo mikill óþarfi að því við ráðum þessu öllu sjálf í dag og það er nú svona ein af fáum ástæðum þess að ég er neimi inn í lífinu. Ég bara tel að Ísland hafi verið á frábæri siglingu, ekki síst svona síðustu 20-25 árin, orðna gríðarlega framfærir. Það er ekki bara það að faxið hafi verið fundið upp og lagt niður á minni ævi, heldur svo margt annað sem hefur breyst á þessum tíma. Og ég tel að Ísland eigi bjartari framtíð, heldur nokkur önnur þjóð í Evrópu og þess vegna teldi ég það mikil mistök að fara að ganga inn í þetta þjóðríkjabandalag þar sem allt gengur út á það að semja og prútta og mann er brán og pínulítið þegar maður sá frétt í gær það að einhver grískur milljarðamæringur beitti stjórnvöld í Greiklandi þrýstingi og náði að beygja Evrópusambandi í samningum flutning á gasi fyrir Rússa. Það svona bendi margt til þess að þetta séu mikil hrossakaup, séu mikil átök, mikil pólitísk svona lottaraskapur. Í dag er einn af veikleikum Evrópusambandsins að það er ekki mikil pólitísk forysta, það er engin óumdeildur leiðtogi Evrópusambandsins og ég held að það sé mikil veikleiki. Þetta var sterkara þegar Merkel var á sviðinu og hafði svona mikið fylgi og mikið traust og mikið trúnað.
Þannig að ég tel allavega á þessum tímapunkti mikið glabræði fyrir Ísland að afsala sér löggjafarvaldi, framkvæmdarvaldi og dómsvaldi til erlendra ríkja á meðan að við höfum haldið þó þetta vel á spilunum. En eins og með landhelgina og sjávarútveginn almennt, það nokkuð fyrir en að margumræddur samningur liggur fyrir hversu mikið við þurfum að gefa eftir og hvort að við getum fengið jafnvel í gegn hinn ótrúlegustu undanþágur? Ég held við þurfum ekki að vera býðið einum undanþágum, sko. Þetta eru auðvitað ríki, 27 ríki sem hafa myndað með sér bandalag. Þau hafa samið sér stoppskrá, þau hafa samið sér nokkurs konar stjórnarskrá og okkur býðst að ganga þarna inn, bara á sömu forsendum og öllum öðrum. Og við fáum örgulega ríflegan tíma til þess að breyta hér lögum og reglum á Íslandi til þess að uppfylla þessi skilyrði. En ég hef ekki séð eða heyrt hóstaðustu unum frá Evrópusambandinu það að Ísland sé svo verðmætt og spennandi land til að koma inn í þetta ESB að við verðum á einhverjum öðru forsendum en aðra þjóðir. Ég held að það mun aldrei gerast. Og þetta eru bara svona eitthvað villuljós sem verður að senda upp í loftið, sko. En það ekki, Hjálmar, ef við skoðum þau ríki sem hafa komið inn í Evrópusambandið á síðustu árum og reyndar verið að nú síðast voru Búlgarar áramótin að koma evru, þannig að þau eru mörg jafnt og þétt að verða meir og meiri þáttakendur. Þar hafa þjóðir ekki verið að fá varanlega sérlausnir sem varða mjög stór atriði varðandi þeirra efnahag og löggjafarvald eða stærstu atvinnugreinar. Ég held að þetta sé hérna rétt hjá þér, Stefán, en það kannski aðeins varðandi lögsöguna sem Hermann kom inn á. Lögsaga Íslands og efnahagslögsagan 200 milljónar, þær breytast ekki við Evrópusambandsaðild. Yfirráðin breytast? Nei, yfirráðin eru bara samkvæmt hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna íslensk. Það er ekki þannig að það sé einhver annar en Spánverjar sem að ráða þeirra efnahagslögsögu. En yfirstjórn málana færist til Brussel? Yfirstjórn fiskveiðimálana færist til Brussel? Já, sem við fórum yfir áðan. Endanleg staðfesting á kvótunum. Þannig að menn sé ekki ofveiða. Það myndi færast nema annars í samið. Sem er kvótasetning sem við ákveðum sjálf núna? Akkurat. Færast í þjóða sem eru búin að drepa öll sín fiskimið, meira og minna. Þetta eru ígjur. Er það? Já, af því að menn eru svolítið að bera saman epli og appelsínur. Já, örugglega, sko. Þú veist, ef þú ert stofn í Miðjarðarhafinu, þú veist, ég veit ekki hvað eru mörg strandríki, sko. Nei, þau eru óteljandi. Og það að menn ná ekki stjórn á því þegar hver og einn setur sinn kvóta. Nei, mitt. Þú veist, þetta er bara gríðarlega erfitt. Og við höfum nú reynslu sjálf að því að við erum með deilistofna og við erum þátttakendur í ofveiði til 20 ára. En samtök fyrirtæki sjálfsögðu hafa rætt mikið þetta svokallega kvótahopp sem að Bretum og Dönum tókst ekki að koma í veg fyrir. Það er að segja sem felur það í sér sem að hollensk stórfyrirtæki hafa gert er að þau kaupa sig inn í útgerðarfélög undir þá fána viðkomandi ríkis og ná þá yfirráðum yfir kvótanýtingunni innan lögsögunar. Það er eitthvað sem að við myndum ekki komast hjá. Við getum lent í því að síldarvinnslan eða ísfélagið eða eitthvað slíkra félaga yrði í raun og veru hollenskt og ákvarðanir til þess að það hvar sá afli sem það fyrirtæki myndi veiða hvar hann yrði nýttur. Þetta eru tvö atriði. Þú veit annars er að tala kvótahopp. Já. Og kvótahopp þannig, það var eiginlega girt fyrir þetta með endurskoðun á sjávarútvegsstefnunni 2013 og ég tók þátt í þeirri vinnu óbeint bara í gegnum Ísland. En kvótahopp þannig að þú ert með land sem er með aflaheimildir. Og fyrirtæki í öðru landi, það skiptur flagg á skipi eins og var með Bretana, það var Spánverji sem setti breskt flagg á skipið og hann fór til Bretlands og veitti breska kvóta. Við erum með kvótakerfi. Kerfið er lokað. Við erum ekki með að opna potta. Já, Ísland mennar. Já. Ef þetta væri eins og Bretar, þetta er líka dæmi frá 1990 og eitthvað sko. Ef að dæmi væri þannig að við getum keypt skip og farið að veiða, þá myndum við fara í business saman. Algjörlega. Kerfið er lokað. Eina opna kerfi á Íslandi að það er strandveiðin.
En þetta lokakerfi sem að menn geta ekki keypt sig inn í með þeim hætti sem að... Þú getur keypt sig inn í það, Já. En kvótahopp er þú hoppar inn í aflaheimildir annars ríkis bara með því að skipta flagg á skipinu. Það ekki, sko, þetta kannski einhverjum Evrópuríkjum sem eru ennþá með þess að opnu potta í einhverjum tegundum, en það á ekki við okkar kerfi, sko. Og það kvótahopp á Íslandi í dag og við erum ekki í Evrópusambandinu. Ég vil nú endur það með eitt ríkisstjórnarflokkin sem vil bara breyta þessu öllu í strandveiðikerfið. Þannig að þá þið kerfið algjör opið. Það nýr þáttur, sko. Ég meina með slíkum breytingum, þá þetta bara opið. Já, þá þetta opið. Okay. Og við erum með útlendinga í þessu opna kerfi í dag. Þannig að kvótahoppið á sér stað í dag. En mjög takmarkað að því að strandveiðarnar eru svo litlar. Já. Og líkt sjálfbærar. Sammála. Já. En varðandi fjárfestinguna í íslensku sjávarútvegi sem við höfum sett mikla girðinga, við getum ekki komið í veg fyrir það. Ekki algjörlega, það held ég að sé alveg ljóst. Þú þá að fá undanþágu, við skulum aðeins koma inn á undanþágunar og eftir. En ég held að það sé mjög erfitt. Hollendingar bara búin að segja, það verður ekki búið. Hollenska þingi sagði það bara með 97% atkvæði. Við skulum koma inn á það líka á eftir. En ég svo mikill hægri maður að ég styð erlenda fjárfestingu í allar áttir. Já. Og ef við skoðum bara laxeldið, sem enda pólitískt umdeilt mál, ég ekki að tala fyrir laxeldi, en ef við horfum á það, hvernig hefði okkur gengið ef að það hefði ekki komið hingað Norðmenn með áratuga reynslu af því? Hvernig ef við að skoða útflutning á orku, skástrík ál? Myndirðu halda að... Hvernig hefði okkur gengið ef það hefði ekki komið erlend fjárfesting þangað? En myndirðu halda að það væri stundu fiskvinnslanir á Granda eða á Dalvík ef að hollendingar ættu meirihluta í Samherja eða Brimi? Alveg pottþétt. Þessi fyrirtæki sem hún nefnir eru best reknu fyrirtækin í Evrópu og það ekki tilviljun að mig gera þetta svona. Alveg pottþétt. En ég held að útlendingar ég bara sé ekki, auðvitað getur þetta breyst með tímanum, en að útlendingar sé að koma til Íslands til þess að kaupa útgerðarfélag með kvóta, þar sem að kvóta verður hæst í heimi. Þú veist, vanalega að þú ferð og fjárfestir í öðru landi, að þá ertu með skoðun á businessnum og til að geta gert það betur. Ég sé það bara ekki sem möguleika. Ég held að sé miklu líklegra scenario, Stefán, að ef þetta gengur nú allt upp sem að Evrópuhreyfingin að tala og fleiri skilur, evra og lægri vextir og svona, ef þú lækkaði fjármagnskostnaðinn hjá sjávarútvegsfyrirtækjum, og ég nú reynsla því í Eistlandi að 2015 þegar við keyptum skip. Það nú ein megin röksemdin frá þínum hópi að þessi sjávarútvegsfyrirtæki séu farin út úr krónunum og þegar og séu bara að borga evrópska vexti. Það bara vitleysa. Það vitleysa. Ok, það gott að fá það staðfest. Þeir ekki farin út úr krónunni, þeir voru aldrei í henni. Þetta eru fyrirtæki sem að selja allt til útlanda. Þá fjármagnskostnaður væntanlega lágur. Nei, við erum að borga Íslands álagið. Skráðu félagin í Kauphöllinni, Síldavinnslan, Ísfélagið og Brim. Þannig að þetta þá bara þvæla hjá þessu fólki sem heldur þessu fram? Ég veit ekki nákvæmlega til hversu þetta vísa, en í öll íslensk félög, sama hversu mikið þau selja til útlanda og sama hversu alþjóðleg þau eru, þau borga Íslands álag. Þau borga hærri vexti. Sambærileg félög í Evrópu, ég myndi segja allavega 100 punkta, 1%. 1% vaxtamunur. Fyrir þau félög sem eru með lægstu vexti. En ef þú segir að menn gerir þetta séu best reknur í sjávarútvegsfyrirtækin, ef ég væri á hollenskt sjávarútvegsfyrirtæki eða ef Hermann var að stýra hollensku sjávarútvegsfyrirtæki og skoðaði launakostnaðinn til dæmis á Dalvík og síðan hjá fiskvinnslufólkinu þar og svo launakostnaðinn hjá fiskvinnslufólkinu í Pólandi, ég myndi flytja starfsemina strax til Póllands. Nei, þetta flókn en svo. Starfsemin á Dalvík, að hún byggir á ferskum fiski. Og þú vilt vinna fiskinn bara sem fyrst. Og þú vilt flytja þetta út með flugi inn á háverðsmarkaði, Ameríku, Fraklandi, og það er miklu ódýrara að flytja flug eða þorsknakka heldur en alla fiskinn. Þannig að business caseið er bara gott. Þannig að framleiðslan er ódýrara á Dalvík? Já, þetta snýst líka gæði. Þú veist, ég meina það er að fara hérna út í dag 50.000 tonn af óunnum fiski, mikið frá strandveiðibátunum. Í gámum? Já, í gámum. Og þetta er engin business.
Þetta ekki business. Þannig að, en í sambandi við útlendinga, að því að ég skil það, og þetta tilfinningalegt. Jú. Menn eru hættir við útlendinga. Og þetta með sér ekki hættir við þá. Já, allan að það kemur að fiski. Og það Menn eru hættir líka bara út frá Icelandair til dæmis. Menn eru bara skítrættir ef að fórstjóri Ryanair myndi kaupa meiri hluti í Icelandair. Hvernig færi fyrir flugfreyjunum og flugstjórunum og flugmönnum hjá okkur? Þau myndi bara, ég veit ekki. Þú veist nákvæmlega hvað myndi gerast. Sko, klárum fyrst hérna með erlenda fjárfestingu. Í sjávarútvegsstefnunni sem var samið 2013, að það kafli economic link, eða efnahagsleg tengsl manna við landið. Og það ekkert margir sem að nýta til þetta, en Írar gera og Danir. Það eru engir útlendingar. Þetta er að dansku fiskimaður, skilgreindur sem dansku fiskimaður, til þess að geta verið með kvóta. Erlendra aðila í sjávarútvegi í Danmörku algjörlega minniháttar þegar kemur að veiðum. Þú getur það, þú mátt ekki mismun á grundvelli þjóðar. En þú getur ekki bannað mönnum að kaupa hlutabréf í Kauphöllinni? Kauphöllinni, já þannig er það nú í dag með íslensku félögin, að það er vesen. Já, við gerum það, en innan Evrópusambandsins getum við það ekki. Eignarhald erlendra aðila á útgerðarfyrirtækjum í Danmörku og Írlandi er hverfandi. En það er ekki bannað? Því er ekki skólaður settar? Sko, nú er ég ekki lögfræðingur, allt þá danskur eða ískur. Spyrjum Hermann að þessu. En það er krafa á, sem sagt, ef við erum í Danmörku og við stofnum útgerðarfyrirtæki og við erum skilgreindir sem þá dansku sjómaður, þá mögum við eiga félagið sem að færa kvótan. Og þetta er einhvern veginn takmarkað. Það eru held ég engin skráð félög í sjávarútvegi sem er í veiðum í Danmörku. Þar með það útrætt. Já. En mig langar núna til að færa talið aðeins á víðara svið. Það er mjög áhugavert að eiga þetta samtal um sjávarútveginn, vegna þess að það er mál sem varðar okkur öll, reyndar fleiri og fleiri Íslendingar sem halda að sjávarútveginn varði bara 5 fjölskyldur eins og forsætisráðherra talaði um, og samfélagið ekki fyrir víðtækar áhrifum að allir þessari öllum þessum umsöfum, en það er gjaldmiðillinn. Það er ein megin röksemdin, heyrist mér hjá þeim sem eru fylgjandi því að fá samning fram og gangi í Evrópusambandið, að við getum tekið hér upp evru og með því fengið lægri vexti og lægri verðbólgu. Hermann, eru það ekki veigamikið rök í málinu þegar fólk er að borga þessa himinháa vexti og við sjáum til dæmis verðbólguna núna mælda fyrir vikunni í 5,3%? Jú, en sko vextir eru ekki í tómarúmi. Og ef við myndum bara skipta á morgun og taka hér upp evru og segjum að vextir eru bara 4-6% eins og í flestum Evrópulöndum á fasteignalán, þá sæjum við aftur fasteignaverð á Íslandi fara á fleygiferð upp á við og við myndum sjá verðbólguna aftur fara á fleygiferð upp á við. Þannig að það þarf alltaf að vera í einhverju samhengi, í einhverju jafnvægi. Það sem mér hefur kannski aðeins skort á hjá jáhreyfingunni er að maður heyri skýrar hvort það sé eitthvað prinsip sem þau standa fyrir, sem þau eru ekki til í að láta af hendi, já til að sjá því þeir eru rauninni bara göngum alla leið, fáum aðaldarsamning, lesum hann til þrautar og metum svo hvað út úr því kemur. En ef að fólk hefur engin prinsip til að fara á stað með, það er einhver girðing sem þú ætlar ekki yfir, það er einhver mál sem er algjörlega þess eðlis að þau eru ekki umsemjanleg, ég finnst þetta vanta og eins og ég lesi þetta, sko, bara það sem maður sér í fjölmiðlum, að þá er þetta einhvern veginn svona engin prinsip, það er allt til skoðunar og sjáum bara hvað kemur út úr þessu. Ég þykir það dálítið skrítin aðferðafræði. Þegar við erum í frábæri stöðu, Íslendingar, með hæstu þjóðartekjur sem getur í fremstu röð og eins og Hjálmar þekkir, sko, fiskverðið hefur aldrei verið hærra í sögu lýðveldisins. Afkoman í sjávarútvegi er góð, afkoman í ferðaþjónustu er góð þegar Icelandair er frátalið og afkoma í almennu atvinnulífi bara prýðileg. Og hvað kallar á það að við förum að gera svo veigamikla breytingar á okkar samfélagi sem að aðild að Evrópusambandinu kallar á, að það sem skynsamlegt að fara í það ferðalag. Ég hef ekki heyrt þau rök en ég er spenntur.
ef ég má taka boltan áfram, ein röksemdin svo að það væri óskynsamlegt í upphafi samningagerðar að gefa upp rauðustrikinn. Bæði og sko. Nei. Bæði og? Nei. Jú, þú getur farið inn í fyrirtækjakaup eða fasteignakaup og sagt, ég aldrei að fara að borga hærri en þetta og þá er búin að stilla væntingavísitölunum eitthvað staðar. Og gæinn segir, ég ætla að fá miklu meira. Þá segir bara takk fyrir samtalið, við eigum þá bara ekki saman. Það þarf að liggja fyrir. Ég hlusta á þig og Gretu á Bylgjunni sko. Já. Mér finnst það bara óviðeigandi að tala þetta mál sem einhver fyrirtækjabusiness sko. Þetta ekki þannig mál. Nei, ég er sammála því. Þú veist, þannig að það er miklu alvarlegra mál. En það er bara svo mikið tala þetta sem viðskiptamál. Þyrftum við þá ekki að vita það áður en við leggjum á staði leiðangurinn og leggjum allt stjórnkerfi undir þetta að vita áður en við gefum vilyrðið eða heimildina til ráðherrans að vita hvar hún dregur mörkin. Sko, ég get náttúrulega, og ég ætla ekki að fara að tala fyrir hönd þessara ríkisstjórnar. Nei, það er erfitt. Þannig að ég er bara að tala sem ég sjálfur. Ef að ég væri með þetta ferli, að þá myndi ég ekki gefa neitt út, nema mjög almennt. Almennt í samningum, þú ert náttúrulega með þín prinsip, þú ert með þín lista, en þú heldur honum fyrir þig. Það er ekki gott í samningum að spila hlutum út ef þú þarft þess ekki, sérstaklega ef þú ert að fara inn í samningaviðræður sem að kannski verða ekki. Þú veist. Já. Þú veist. En nú hefur Þorgerður Katrín í 15-20 ár bara verið á þeirri skoðun alveg blákalt að við að ganga inn. Það hefur ekki verið gert með neinu fyrir. Hún sagði bara, svona lítur Evrópusambandið út. Ég ætla ekki að fara að svara fyrir hérna Þorgerður Katrín. Nei, þú ert að hvetja til þess að við veitum henni umboð til þess að fara að semja, sko. Sko, í fyrsta lagi að þá það er hún sem að mun gera það fyrir okkur. Í fyrsta lagi að þá er það nú þannig að Kristrún Frostadóttir er forsætisráðherra. Í svona máli að þá hlýtur hún að vera inn í málinu. Þetta er ríkisstjórnin í heild og að verum að tala um tæknilega útfærslu og hver er að fara að semja að þá verður skipuð hérna samninganefnd. Og ég treysti því að ríkisstjórnin, ef að málið fer lengra, skipi allra bestu samninganefnd sem völur á og híki ekki við að leita út fyrir landsteinina eða menn telja að það sé gott fyrir Ísland. Við erum að fara að stilla upp A-liðinu. Já. Þetta verður ekki gert með hangandi hendi. En mun ekki Þorgerður Katrín stillu fólki sem er sama sinnis og hún? Hún ræður því ekki, hún er ekki forsætisráðherra. Hún ræður þessu máli? Nei, Jú, hún hefur samkvæmt þinginu og afgreiðslu þingsins í þessu, þá hefur hún hefur haft allt forræði á umræðinu þetta og við sjáum það bara á samskiptum við erlenda þjóðarleitt og annað. Já, eða ekki samskiptum við, þetta eru Þorgerður er reynd manneskja og hún er utanríkisráðherra en þetta er bara eitt af því sem ég vil sjá. Ég vil sjá samninganefndina, hver er í henni og Þannig að þú trúir því að okkur myndi bjóðast eitthvað annað en aðildarsamningur eins og allar aðra þjóðir að fengi. Já, sko, þarna... En þyrftum við ekki líka, þyrftum við ekki í þessu ljósi, minnst þetta mjög áhugur punktur að þú gerur kröfu til þess að við séum með henni allra bestu samninganefnd. Já. Þyrfti ekki ríkisstjórnin að sýna fram á það hverjir yrði nefndin áður en við gefum heimildina? Ég myndi vilja það, sko. Já. Ég myndi vilja það. En, það væri hreinlegast. Já, ég er bara sammálaði þar. Já. Það væri gott að þú áttir þig á því, þú veist, í hvað höndum málið er. Við vorum náttúrulega með samninganefnd, það er ágætis fólk. Það kemur verulega óvart ef að það væri hengið nú þeirri samninganefnd sem að myndi verið henni nýju. En heimurinn er breyttur, staðan er breytt og þetta verður örugglega ekki sama samninganefndir, sko. Hún hlýtur að breytast eitthvað þetta langt um liði. En varðandi evruna, förum aðeins inn á það. Já. Það er mikið rætt um þetta hvort að okkur hendi þessi fastgengistefna eða fljótandi gengi sem við höfum haft. Menn tala um að krónan sé veik, aðrir tala um hún sé sterk, sumir sem hún flökti mikið, aðrir sem hún gerir það ekki. Ólafur Ragnar Grímsson hefur tekið dæmið af þeim herpingi sem er í Finnlandi, þar sem að sérstaklega ungt fólk er reyndar þjóðfélagi allt er að horfa upp á mikið atvinnuleysi af því að gengið gefur ekki eftir til að styrkja samkeppnisstöðu landsins. Ég kannski er að draga upp mynd þessu út allt þetta af því að menn segja evran er augljós framtíðarkostur fyrir Ísland, aðrir segja alls ekki og mig langar til að varpa því hér inn á borðið til ykkar. Ég gerir ráð fyrir að þið séu á öndverðu með því. Ég held að Ísland myndi lifa góðu lífi með evru og án evru. Það er bara öðruvísi vandamál til að glíma við.
Við erum búin að vera með okkar krónu í býsna langa tíma, farið gegnum ótal gengisfellingar og ótal náttúruhörmungar og áföll og einhvern veginn eru við hér uppi standandi í sterkri stöðu. Og þessi króna er bara eitthvað verkfæri sem við erum að nota og það eru 160 myntir í heiminum. Það er einhver ástæði fyrir því að það er ekki allir bara með dollar eða euru. Og það er þessi sveigjanleiki sem við erum að sækja í, að geta lækka kaupmátt allra Íslendinga á einu bretti getur verið mjög effektíft tæki til þess að glíma við kreppur. Ef það er tekið af okkur og þá veit allir hvað tekur við, þá þarf bara að fækka fólki mjög mikið á vinnumarkaði og færa þær skuldbindingar allar yfir á ríkissjóð, þann tíma sem slíkt ástand varir og ekkert af þessu er þægilegt eða auðvelt. Þú vantarlega kynst þessum herpingi líka í Íslandi, þú var starfandi þar og þekkir vel til innviðana þar, menn hafa þar þurft að taka í handbremsuna með þeim hætti sem Finnlandir eru að horfa upp á núna. Já, í sambandi við Finnland og þessar atvinnuleystölur sem að Ólafur Ragnar var með. Eurostat-tölurnar. Já, ég held að menn séu ekki alveg að skoða þetta rétt. Ég er ekki inn í því í smáatriðum, en ég held að... Ég hef skoðað þessar tölur. Já, en þetta skiptir máli þegar þetta skoða atvinnuleystölur að það er ekki hefðbundið að nemendur sé að vinna. Ísland er svolítið öðruvísi þar. Þannig að þetta er spurningin hvernig menn skoða nefnaran og teljaran. En þeir sem eru í námi samkvæmt þessum útreikningum í Finnlandi er ekki inn í lúpunni Ég er ekki nægilega vel inn í þessu, en talan var skrítin, en ég held bara að atvinnuleysi ungs fólks á Íslandi sé töluvert hærra heldur en að af látið, ef þú myndir reikna með sama hætt og í Finnlandi. Þetta mun koma að skila sér inn í umræðinu á einhverju tímapunkti, ég viss það. En í sambandi við evruna, ég er sammála Hermanni að Ísland geti náttúrulega vel gengið með evru og ég er mjög hlindur því sko. Ef við skoðum aðeins söguna fyrir bankarun að þá byrjaði svona evru talið og mikið frá viðskiptalífinu og svo náttúrulega kemur bankarunnið og þá fer þessi gjaldmiðla umræða bara út og suður. Þetta er eiginlega svona samkeppni sko. Einn vill fá Kanadadal, einhver vill fá svissneska franka, taka upp dollar einhliða, taka upp evruna einhliða. Kanadadollar? Já, Kanadadollar. Ég man ekki eftir suður-afríska randinu. Þetta var bara einhver vitleysa sko. Það voru greinar og allt sko, það sem að menn voru sammálum á Íslandi eftir bankarunnið að það væri ekki á annan vetur sitjandi með krónuna. Síðan er þetta skoðað og það er náttúrulega endalaust að skýrslu Stefán og þú vitnaði í suma þeirra sko. En það er eiginlega bara tveir valkostir sem er raunhæfir. Að það er að halda áfram baráttunni með krónunni og ég er sammála, það hefur ekki reynst illa. Við erum bara... Þetta er mikið vinna en þetta Við erum ríkasta þjóð í heimi og jöfnuður er hér meiri heldur Við erum ekki ríkasta þjóð í heimi. Nei, ég segi við erum í hópi ríkustu þjóða, við erum ein af ríkustu þjóðum í heimi og hér er jöfnuður meiri heldur en á eiginlega nokkur öðru byggðubóð. Já, jöfnuður náttúrulega er annar mál sko, en ríkidæmi Íslands í umræðinni og hjá áfram Ísland er stórlega ýkt. Menn eru ekki að reikna þetta hlutlegt. Við erum í hópi ríkustu þjóða í heimi. Við erum í hópi ríkustu þjóða í heimi, já, en við erum ekki í einhverjum absolutt topp. Við erum ekki Luxemburg eða Arabar sem að dæla olíu að miklu mót, það er rétt. Já, en ef menn skoða nákvæman mælikvarða, af því að þegar við erum að tala tekjur hjá heilli þjóð, að það skiptir svolítið miklu máli hvað eru margir sem eru að vinna, ekki satt? Jú. En það skiptir líka miklu máli hvernig eigna- og tekjudreifingin er. Hún er betri hér heldur en í nokkur öðru vestur-evrópsku ríki. Sammála. Það myndi ekkert breytast á, þú myndi gangi í Evrópusambandið, það er bara pólitísk ákvörðun innan hans. En þú ert með tekjur í einhverju samfélagi, það er mælt og ég held að séu flesti sammála hvernig ég að mæla það. Og þú ert með það einhver rauntölur og svo ert með einhverja verðlagsleiðréttar tölur. Gott og vel. Svo ert að deila í og ef þú deilir í með öllum sem búa í landinu, öllum, að þá skiptir máli hvort þú sett með land þar sem að menn hætta að vinna 62 ára eða hætta að vinna 75 ára. Þá skiptir máli hvort þú sett með land þar sem að 20% kvenna er að vinna eða 85. Þá skiptir máli hvort að nemendur sem eru í skóla
séu í skóla eða hvort það séu að vinna með skóla. Og ef þú leiðréttir fyrir þessu, að þá verðum við í 7. 7. sæti sko meðal Evrópusambandsþjóða. Við erum ekki sko, þú veist... Þannig að það verður kostur í því að færri konur eru á vinnumarkaði? Í þessu hlutfalli. Ég held að konurnar á Íslandi séu algjörlega ósammála. Ég er algjörlega sammálaður og þetta er einn af styrkleikunum okkar. Og við erum rík, erum með góða tekjur, af því við vinnum svo mikið. Hárrétt. Þú veist, en það sem að... Sem betur fer er það orsakasamhengi. Það er bara frábært, en það sem að mér finnst miklu áhugaverðara, Stefán, hvernig tryggjum við það á Íslandi að við fáum meira út úr hverjum klukkutíma? Meira afköst? Já, meiri verðmæti, meiri framleiðni. Þetta er það sem að McKinsey-skýrslan kom inn á 2012 og það er dapurlegt. Við höfum ekki gert. En mun evran breyta því? Sko, það sem að evran mun gera, hún mun lækka vexti. Ég sá það bara sjálfur þegar ég var að vinna í Íslandi. Það er óumdeilt, sko. Öll löndin, vextir hafa lækkað. Og þá hækkar húsnæðisverðið? Við skulum koma inn á þá eftir. En sko, þetta er ferli að leið og markaðurinn trúir því að land sé að fara inn í Evrópusambandið, þá lækka vextir. Íslands álagið sem að birtist í kannski 1% aukalega fyrir þau fyrirtæki sem eru með lægstan fjármagnskostnað á Íslandi. Fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki við erum að tala sko, svakalegan mun sko, og fyrir heimilin eitthvað minna. Ég held að séu lítil og meðalstór fyrirtæki sem að myndu mest spara í fjármagnskostnað. Það er mín skoðun. Síðan leið og landið er komið í trúverðugt ferli til þess að ganga inn í evru, þá lækka vextir aftur. Og það færist ró á alla hluti. Sko, ég er ekki hagfræðingur, ég er viðskiptafræðingur. En til þess að búa til stöðuleika, að þá þarftu eiginlega þrennt sem að hafa verið í lagi. Þú vilt hafa verðbólguna lága, vextina lága, sem er nú eiginlega nátengt, og gengisstöðuleika. Og þetta tengist allt innbyrðis. Og verkefnið að halda þessu öllu á sama tíma, lágri verðbólgu og lágum vextum á Íslandi, það er hrikalega erfitt. Við erum búin að stilla upp okkar allra besta fólki í verkefnið. Verður það ekki áfram rosalega erfitt með hagkerfið okkar eins og það er og þetta litla samfélag og kvika samfélag sem við mun það breytast og við skiptum gjaldmiðil? Hér verður aflabrestur, hér verða upp og komur eins og Grindavík. Ferðaþjónustan flöktir upp og niður óhag gjaldmiðlun. Sko, 1994, þá tökum við upp EES-samningin. Söndum að 92, tekum við gildi 94. Við erum búin að, sko, íslensk efnahagslíf er á bóla kafi þarna inni. Hagsveiflan okkar er ekkert út úr kú við Evrópu. Þetta er bara glettilega líkt ef þú skoða gögn. Nei, en sko, þú þekkir það betur flestir að loðnubrestur, þá fólk tengi ekki við það, ef það kemur ekki loðna, að þá minnka þjóðatekjurnar kannski 20-30 milljarðar það árið. Rétt, en í stóra samhenginu, þú veist, auðvitað reyfir það nálina, en ekki mikið, sko. Og svo er þetta vanlega þannig að það kemur ekki lóna þá kannski er eitthvað annars. Við erum með 5-faldan fjölda Íslendinga sem kemur hér sem ferðamenn á ári hverju. Frakkar eru stærsta ferðamannaþjóð í heimi. Þeir fá það bil 1 ferðamann á móti hverjum íbúa. Þannig að við erum að mörguleiti eðlis ólík þegar hort er til þessar stóra atvinnuvegu. Jú, en sko við erum komið með fleiri stóðir. Og ef þú skor hagsveifluna með við Evrópu, þá er þetta ekkert á skjön. Og við erum með sjávarútveginn, mjög mikilvægan. Við erum með orkufreka iðnað, mjög mikilvægan. Við erum síðan með eins og nefnir ferðamanna iðnaðinn sem er heldur betur gjaldeyrisstoð og svo erum við með hugverkardæmið og nýsköpunina. Það er kannski mest að sækja fram. Af hverju eigum við ekki að leita þessar leiða til þess að lækka vextina? Getum við gert það sjálf með þennan örgjaldmiðil? Já, og höfum gert það og vorum alltaf með hér lága vexti og lága vexti reyndar á tíma hérna fyrir nokkrum árum síðan. Við erum bara fórnarlömb þess að hér hefur verið gríðarleg kaupmáttaraukning á síðustu árum. Sammála. Fólk hefur haft það mjög gott. Fasteignir hafa hækkað nærri 50% eða sumstaðar yfir 100%. Þetta hefur ekki gerst í neinu öðru landi í þessu mæli. Og það er þessi óstöðuleiki eða þessi æsingur í okkur sem er svona eitthvað þjóðareinkenni
og þetta hefur verið að vesenast með krónunni og svo hefur verið að taka út launahækkanir upp á 6 og 7% og 10 og 15% hjá hinu opinbera og ofan á kjarasamninga launaskrið. Þetta bara þessi óheimilskapur í okkur sjálfum. Á sama tíma eru sveitarfélög og ríki að eyða meira þau afla og taka lán til þess að fjármagna þetta allt saman, hækka svo skatt og skyldur til þess að reyna að stemma einhverju stigu við og við erum bara ekki nógu öguð og skynsum í okkar fjármálum. Þess vegna vaxtastigið hátt og við getum auðvitað að laga þetta sjálf en það vantar bara pólitíska forystu í landið til að það gert. Einhverju haldaði fram að við bara getum það einmitt ekki, við þurfum bara að finna öðrum að stýra þessu aftur. Já, það auðvitað ekkit auðvelt að vera með 7-8 flokka á Alþingi og reyna að búa til eitthvað svona konsensus stefnu og straum. Og ég var nú að vona það þegar þessi ríkisstjórn tók við að þetta mikla persónufylgi Kristrúnar yrði til þess að menn myndu svona fylgja sér einhverja svona ábyrga, gamaldags, íhaldsama stefnu í opinberum fjármálum og við myndum ná tökum á þessu af því að fyrri ríkisstjórn hafði náð taktinum og var svona byrjað að lækka útgjöldin, var byrjað að lækka vextina en það bara gerðist ekki og við höfum fengið síðan auðvitað alls konar verkefni í fangið eftir þetta en ég held að þetta fyrst og fremst hinn opinberu ríkisfjármál sem að skapa þennan verðbólguhvata núna og skoðar töflurnar það sem hefur hækkað, það verður ekkert hækkað meira en opinber þjónusta. Rétt í lokin, ef að það kemur já upp úr kössunum 29. ágúst, þá fer af stað þetta samningaferli. Menn líta það mjög mismunandi augum hvaða áhrif ferli sem slíkt hefur. Komandi úr atvinnulífinu, langar mig til að spyrja ykkur út í þessa gagnrýni sem að menn halda fram að stjórnkerfi, við erum í stjórnarráði Íslands eru innan við 600 stöðugildi, það eru 40.000 embættismenn hjá Evrópusambandinu í Brussel. Það ljóst að stjórnkerfi hjá okkur verður að miklu leyti undirlagt í þessu verkefni, ekki rétt. Við getum ráðið okkur fólk utan á heimi bara eins og okkur sýnir. Ég hef engar áhyggjur af því. Það myndi auðvitað tefjast afgreiðsla alls konar mála á Íslandi og eitthvað svoleiðis. Það ekkert sem að við getum ekki lifa við eða komist í gegnum. Þannig ég kvíði því ekki neitt. Nei. Í sammála Hermanni, það er líka Er mann að gera mikið úr því? Algjörlega. Ég meina, við fórum í gegnum aðildarferli á sínum tíma. Á sama tíma að þá gerðum við eina fríverslunarsamning sem að Ísland hefur gert fyrir utan Færeyjar við Kína. Allir samningar sem að Ísland hefur gert aðrir en við Færeyjar og Kína í gegnum EFTA. Og þar eru við náttúrulega bara að teika Svisslendinga og Normenn. Ráðum ekki miklu. En ef það tókst að gera fríverslunarsamning við Kína á sama tíma og aðildarumstóknin var í gangi, sama ráðuneyti, að þetta ráða til þín fólk kostar einhverja 2-3 milljarða, eitthvað svoleiðis, og þú ert ekki að spara það, þú ert að fá almennilegt fólk. En í sambandi við þessi aðlögun, að það tók ég saman hérna ganni, það er eins og fólk einhvern veginn átti sig ekki á því að það er til samningur sem að heitir EES. Og ég held að fólk átti sig á því. Já, en fólk átti sig ekki á því hvað í því felst, Stefán. Við göngum inn hérna 94 og þá er þetta viðskiptasamningur, víðtækur. Síðan er þetta bara í Evrópu og í öllum heiminum að löggjöf orðin svo þverlæg. Já. Þú veist, þegar ég var að útskrifast sem viðskiptafræðingur, þá var banki bara fjármálastofnun. Í dag er þetta hugbúnaðarhús og þetta er allt þannig að þegar þú fær reglur inn á innri markaðinn, að þá er þetta klukka alltaf fleiri og fleiri svið. Það er að gera það. Við erum, hvort sem okkur líkar það betur eða verð, að ganga inn í Evrópusambandið í smáum skrefum dagstaglega. En það er í gegnum þetta ramman sem að samningurinn þessi setur. Já, rammin er alltaf að stækka. Nei, þar fyrir utan eru tollamál, skattamál, landbúnaðarmál, sjávarútvegsmál. Upptalið. Nei, og það eru mjög víðtæk svið, bara heilbrigðismál og annað sem heilbrigðismál eru svona leka inn og ég menna, menn er að tala stefnur og eitthvað í sjávarútveginum. Allt sem við vinnum í landi, þetta eru Evrópusambandsreglur. Já. Öll matvælaframleiðsla. Þú veist, og ég tók saman að ganni. Og ég viðurkenni það fúslega að þetta er með hjálp gervigreindarinnar sem að ég er að verða betri í að nota. Já. Og ég bað gervigreindina að telja upp þær stofnanir á Íslandi
þar sem að starfsemin myndi eiginlega ekkert breytast við Evrópusambandsaðild. Menn eru þá djúpt inn í samstarfinu. Fjármálaeftirlitið, Seðlabankinn. Rátt. Þarna ég, við skulum vera sammála að vera ósammála. Skulum bara spyrja Ásgeir Jónsson út í þetta. Spurðu hann að því. Fjármálaeftirlitið, það er hluti af evrópska fjármálaeftirlitskerfinu. Það situr í stjórn EBA, ESMA, EIOPA án atkvæðisréttar. Mér sagt að þetta tvöfalda starfsmannafjöldan við umgangu í Evrópusambandinu. Það veit ég ekki. Bindandi ákvarðanir gagnvart Íslandi eru teknar af ESA, Lyfjastofnun, Samgöngustofa. Og það er nú svolítið fyndið, ég ætla nú að setja fyrirvara að þetta gervigreindin sko. Ég held að þetta með Lyfjastofnun sé rétt, ég held að það starfi 80 manns og þeir stimpla bara það sem að kemur frá Evrópusambandinu. Þess vegna ætti þetta að segja þessu fólki öllu upp. Það er bara einn á stimpilinn. Já, þú myndi geta gert það ef þú væri með Evrópusambandinu. Nei, við getum bara gert það þegar. Já, kannski. En Samgöngustofa, þetta er svolítið fyndið. Flugvélar Icelandair fljúga á EASA-vottorðum sem eru gefin út í Brussel. Persónuvernd. Samkeppniseftirlitið, þar hafa nú verið hann er nú að kalla eftir því að það verið þrefaldað. Já, og ekki eru við í Evrópusambandinu, en samkeppniseftirlitið sko, þar hafa komið upp mál sem eru mjög skrítin, majónesmálið og fleira. Ekkert af þessu samkvæmt reglum Evrópusambandsins. Þetta eru sér íslenska reglur. Nei, þetta eru sér Pálskonars reglur. Já. Ráðuneytin sjálf, þau get ekki veitt ríkisaðstoð nema með samþykki frá Brussel. MAST myndi ekki breytast mikið. Umhverfisstofnun. Sko, Hagstofan, við erum á bólakafi komin inn í Evrópusambandið. Við þyrftum að stórfjölga fólki í öllum þessum stofnunum. Veistu það? Þér finnst það nú vantarlega ekki að... Nei, sem rekstrarmanni finnst mér það ekki gott. Ég er bara ekki viss það, Stefán. Það lá fyrir 2009, það liggur fyrir... Nei, sko, ef þú ert með... Það blasir við. Ef þú ert með persónuvernd eða samgöngustofu og þú ert að fara eftir öllum reglum sem að Evrópusambandsríkin setja þennan málaflokk. Þú ert að setja fundina með þeim. Og úthlutuna, það kom fram í áfram Íslandi, bændur hafa bent á það að úthlutuna-styrkir á Íslandi til landbúnaðarins kalla á það bil 10 stöðugildi. Sambærilegt kerfi á Kýpur kallar á 140 stöðugildi. Þetta er einhver vitleysa. Menn er að taka einhver dæmi, hvernig á ég að geta... Þetta er ekki frá gervigreindinni. Þetta er ekki frá gervigreindinni. Þetta er frá bændunum sem eru djúpt inn í þessu kerfi. Stefán, umræðan er stundum þannig að við fara yfir alla Evrópu á þyrlunni og svo hvar getum við fundið atvinnuleysi? Já, ekki í Írlandi, ekki í Danmörku. Herru, Spán! Ungi kallmenn á Spáni, maður. En við höfum atvinnuleysi ekki í flimtingum, eða hjungu fólki til landi. Nei, en auðvitað getur við tínt til dæmi sem verið slæm. Þetta eru 450 miljóna manna svæði, þar sem menn er að vinna saman og í Evrópusambandinu, alveg eins og Ísland í dag, að þá byggir þetta fyrst og fremst á okkur sjálfum. Og þetta snýst það hvort að við sem þjóð höfum sjálfstraust til þess að sitja niður með okkar nánustu bandaþjóðum og kanna hvort að við getum elt Ísland fyrir Íslendinga með samstarfi. Ísland fyrir Íslendinga? Það mátti ekki segja þetta lengi. Ég meinti það ekki þannig. Jú, ég meinaði þannig. Heyrðu, við sitjum punkti hér, við höfum farið hér ansi mikið fram við tíma sem ég ætla að útluta okkur. Þetta er efnislega góð umræða og ég þakkláttur ykkur fyrir að koma og taka þátt í henni. Þetta er lýðræðið að störfum. Hermann Guðmundsson og Hjálmar Vilhjálmsson. Takk. Við erum hins vegar ekki hætt. Hingað er komin í hús Guðmundur Fertram Sigurjónsson, stofnandi Keresis á Ísafirði. Hann er nú einn af framkvæmdastjórum Koloplast sem er alþjóðlegt fyrirtæki sem starfar til í Danmörku. Ég ætla að ræða við hann Keresis, en ég ætla líka að ræða við hann Evrópusambandið. Fylgist þið með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Vantar þig bílavaraluti? Á Poulsen.is finnur þú bílavaralutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varaluti og pantar. Við sendum all land. Poulsen.is. Lexus RX. Komdu og reynslagtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun.
Lexus, Kauptúni. Komið sæl að nýju. Það gott að fara yfir fréttir vikunar og það auðvitað margar og mismunandi. Ein af fréttum vikunar var sannarlega ræða sem að Guðmundur Fertram Sigurjónsson sem að stofnaði Keresis á Ísafirði flutti á Selfossi hjá hreyfingunni Áfram Ísland. Þar lýsti hann afstöðu sinni til hugmyndarinnar það að Ísland sækt aðild að Evrópusambandinu. Hann hingað kominn og ætlum að fara yfir það hvað veldur því að hann trúir því að Ísland eigi að standa utan þessa mikla bandalags. Blessaður Guðmundur. Sæl. Þetta var ræða sem ég hlustaði á í beinu streymi hér á mbl.is og það var margt forvitnilegt þarna. Einhverjir kunna að reka úr stór augu að maður sem að stýrir stórfyrirtæki innan Evrópusambandsins skuli vera þessa skoðun. Já, en fyrir mér þetta bara svo augljóst. Við börðumst fyrir fullveldinu hér í árhundruð og fullveldið samanstendur á stjórnmálalegu sjálfstæði og efnahagslegu sjálfstæði. Okkur hefur farnast bara mjög vel síðan við fengum fullveldið 1918 og ég sé bara enga ástæðu til að við ættum að fara að gefa þátt á bátinn. En eins og lönd sem þú þekkir vel til í Danmörku, Lúxemborg, Þýskaland og víðar, eru það ríki sem að hafa þá gefið upp á bátinn slík réttindi eða slíka baráttu sem að þau sömuleiðis börðust fyrir? Já, þau börðust kannski ekki fyrir því nefnilega. Við börðust fyrir því. Þetta eru lönd sem eru með miklu lengri sög en við og þannig að þau eru ekki ný lýðveldi eins og við erum sem eru búin að njóta þess að vera sjálfstæð miklu lengur. Þannig að þau voru kannski búin að gleyma því en þau hafa vissulega afsalið sér hluta af fullveldinu sem efnahagslegu sjálfstæði til Evrópusambandsins. Allar tæknilegar kröfur, allar efnahagsleg mál, inn- og útflutningur, það er allt, allar reglur sem hluta því eru samevrópskar. Og hefurðu áhyggjur af því að það kæmi verr út fyrir Ísland? Því að ein spurningin við gefum einhvern hluta af fullveldinu upp á bátinn en eitthvað fáum við væntanlega í staðinn. Þessar þjóðir eru ánægðar með veru sín í Evrópusambandinu. Já, við erum með fríverslunarsamning við Evrópusambandið sem hefur reynst okkur afskaplega vel og ég sé ekki neitt sem við fengjum betra en þennan fríverslunarsamning. Hann hefur reynst okkur mjög vel að færa okkur nær skriffinnskunni og regluverkinu sem að verða sífellt meira íþykjandi í Evrópusambandinu. Myndi bara draga úr framleiðinni hér. Við þurfum að borga með okkur hann inn. Ég hrifst af Evrópu. Evrópa með afskaplega sögulega menningu, góða háskóla, skemmtilega heim að sækja. En við erum með evrópska efnahagssamningin sem gefur okkur aðgang á öllum þessum gæðum. Ég skil ekki af hverju ættum að vera útvíkka það til að taka við löstunum líka. Þú nefnir lesti, ég veit að þú hefur í gegnum þinn fyrirtækjarekstur átt í samskipti ólíka markað, ekki síst Bandaríkin, en þetta líka Evrópu. Hverjir eru lestirnir þegar þú nefnir þetta með regluverki og annað? Er þetta hluti sem að blasa við þér í þínum störfum? Já, ég sannast í Evrópusambandinu svolítið Medical Device Regulation, svolítið CE-merking fyrir leikuvörur. Ég búinn að vinna í því regluverki bara í alla mína starfsævi síðan ég var ungur maður hjá Össuri hér fyrir 30 árum og hún hefur versnað alveg gríðarlega og er orðin miklu meira íþykjandi og komið langt út fyrir öll mörk. Enda það svoleiðis að öll evrópsk nýsköpunarfyrirtæki að þau marka sér ekki vörur sínar í Evrópu af því að þetta er svo íþykjandi þetta regluverk heldur fara beint í Bandaríkjana eða til Asíu. Og það sama á við stórfyrirtæki sem að þróa nýja vörur og eru staðsett í Evrópu, að þau setja ekki vörur sína fyrsta markað, lækningavörur fyrsta markað í Evrópu, heldur fyrst í Asíu eða í Bandaríkjunum. Þannig að íbúar Evrópu fara þá að mis við þessi nýju gæði allavega í einhver tíma? Algjörlega, áratuga skeið. Þannig að það er miklu betra að þú far aðganga betri tækni eða þú ert í Bandaríkjunum. Það er ekki nokkur vafi í öllum svona lækningatækjalegu tilliti, svona skurðað að gera tækni. Menn tala vexti og kjör sem hafa búið verðbólgun annað og ég tók til umfjöllunum hérna daginn ummæli sem Dagur B. Eggertsson fyrrverandi borgarstjóri nú alþingismaður lét falla þitt tiltekna fyrirtæki. Hann vildi meina að Keresis hefði
flutt til Danmerkur vegna efnahagslegra forsendna sem að hér var uppi. Hvernig bregstu við því? Það náttúrulega ekki rétt. Málið að það mjög mikil skortur á innovation í Evrópu, nýjum vörum. Það stöðnun þar í fyrirtækjarekstri. Stóra stöndu fyrirtæki eins og Coloplast og fleiri evrópsk fyrirtæki, þau vantar nýja tækni í svona svokallaða pipeline af nýjum vörum og þegar þau get ekki fengið það innanhús þá kaupa þau sér þessa tækni og yfirleitt fara þau þá út fyrir Evrópu og kaupa sér hana. Bandarísk fyrirtæki, við þessu tilfelli íslenskt. Þannig að þetta regluverk sem allt að kæfa í Evrópu var til þess að þetta stóra fyrirtæki leit út fyrir Evrópu, fann þar vörur sem hentaði og keypti okkur. Þannig að salan á fyrirtækinu hafði ekkert með vaxtastig eða efnahagslegan veruleika hér á landi að gera? Nei, þetta ekki. En þú byggir fyrirtækið hér, reyndar á Ísafirði sem að margir segja sig úr alfara leið en þú tengist þetta persónulegum böndum. Lýstu fyrir mér reynsluðinni af því að byggja fyrirtækið í Íslandi í þessu umhverfi sem margir segja sig íþyngjandi út af vaxtastígi, verðbólgu, ófyrirsjáanleika, mögulega flöktandi gengi krónunar og annars slíkt sem að menn tína til. Sko, ef við lítum tilbaka, ég man ekki alveg ártölin, voru það 8 eða 10 ár, það hefur gengi krónunar verið mjög stöðugt. Þannig að þegar menn eru að tala gengi krónunar og óstöðuleika, þá voru menn að tala 10, 20, 30 ár aftur í tíman. Seðlabankanum hefur farnast ágætlega undanfarin áratug að halda genginu nokkuð stöðu. Varðandi fjármögnuna á fyrirtækinu, þá gekk okkur alltaf ágætlega að fjármagna fyrirtækið. Við gerum það fyrst í samvinnu við fyrirtæki í útgerð á Ísafirði og nýsköpunarsjóð sem eigu ríkisins. Svo þegar við stækkuðum þá leitum við til fleiri íslenskra fjárfesta. Svo þegar við fórum í svokallað round C, þá vantaði okkur $100 milljónir, þá var það stórt fyrir Ísland og þá leituðum við út fyrir landsteinana, bæði til bandarískra fjárfesta og evrópska og þar fundum við Kirkby sem danskur sjóður eigandi Lego. Við vorum líka með lánalínu sem okkur bauðst bæði fyrir íslenskum bönkum og erlendum og völdum erlendar banka. Kannski svona þetta með háa vexti og slíkt, á þeim tíma var Kerecis raunverulega ekki lánshæft. Við gátum raunverulega ekki tekið venjuleg bankalán, þurftum að leita til áhættu fjárfesta. En kannski bara ég þekki bara eigin skinni sem bara ungur maður með mína fjölskyldu, 1 barn, 2 börn, 5 börn sem ég á núna. Það hefur vissulega verið erfitt að eignast húsnæði á sínum tíma. Ég var í mastersnámi í Danmörk og á þar marga góða félaga og þeir náttúrulega voru að borga miklu lægri vexti en ég hér á Íslandi. En mergurinn málsins hins vegar sá að fasteignaverðið miklu hærra í Danmörku en hér á Íslandi. Þannig að þó að ég hefði kannski verið að borga hærri vexti, þá er fasteignaverðsmunurinn talsverður. Þannig og sérstaklega ef maður reiknar það út frá kaupmætti, þá held ég að það sé ennþá þannig hér á Íslandi að það sé ódýrast hlutfallslega að kaupa sér húsnæði hér versus allan á Norðurlöndin. Ég held að menn sjáu það líka, það kannski fasteignaverð hefur hækkað hér og það kannski ákveðið heimagert út á lóðaskort og slíku. Vonandi vindur nýja borgarstjórnin ofan á því, þannig að það verður meira framboð á lóðum hér, þannig að það sé að fara að byggja ódýrt og gott húsnæði eins og er gert hér í kringum 80 Breiðholti. Þannig að það skapist íbúðar kostir fyrir allan almenning. En ég held að ef maður reiknar þetta út og lítur á þetta út frá kaupmætti, kostnaði við íbúðir, þá held ég við séum ekkert verið sett hér en til dæmis í Danmörku. Annað atriði sem að þú komst inn á í ræðinni, það varðar tækifæri Íslands til þess að eigi viðskipti við fleiri lönd. Ég myndist á það hér í inngangi hvernig
ákveði vöruverð mun taka breytingum vegna tollamúra sem Evrópusambandið setur meðal annars á bifreiðar sem framleiddar eru utan Evrópusambandsins. En við eigum í margháttum viðskiptum út allan heim. Það eru tækifæri í Asíu og Ameríku. Þú telur að við getum hagnýtt þau tækifæri betur með því að standa á eigin fótum heldur en í stærri blokk eins og Evrópusambandið er. Er það ekki ótrúverðugt í raun? Er ekki alltaf betra að vera stór og myndugur í slíkum slag? Sko, við erum með fríverslunarsamningu í Evrópu. Þannig að við höfum aðgang að öllum innri markað Evrópu. Við getum selt okkar vörur í því sem næst öllum vöruflokkum til Evrópu. Þannig að við erum með frían og opinn aðgang í Evrópu. Við getum meira þess að flutt þangað og vera í skóla og unnið þar ef við viljum. Við erum með aðgang að öllu sem venjuleg Íslendingur hefur áhuga á og venjulegur íslenskur atvinnurekandi á í Evrópu. Vandamálið er hins vegar að á eftirspurnarhliðinni að það er hjöðnun í gangi, það er hérna efnahagslegu vöxtur er á hverfandi hveli í Evrópu. Nýsköpun er á hverfandi hveli þar. Það gengur ekki vel í efnahag Evrópu. Það eru hins vegar önnur svæði í heiminum, Kína, Indland, Bandaríkin, þar sem gengur miklu betur. Við erum með fríverslunarsamning við Kína, Evrópusambandið er ekki með fríverslunarsamning við Kína. Við erum með fríverslunarsamning við Indland, við gerðum hana undan Evrópusambandið sem nýbúið að gera það og ég til okkur geta búið til gengið til samninga að gera fríverslunarsamningi við Bandaríkin. Ég held að það verður mjög auðveldar fyrir okkur að gera fríverslunarsamningi við Bandaríkin en þið stóra svífarsina Evrópusamband. Þannig að við getum sitið hér á Íslandi með okkar hugvit, okkar vörur, fiskinn okkar, allan hugverkaiðnaðinn, Össur, þessi stóru fyrirtæki og höfum haft aðgang á öllum þessum mörkuðum. Með því að ganga í Evrópusambandið þá lokast sá möguleiki. Þá erum við búin að færa okkar efnahagslega sjálfstæði yfir til Evrópusambandsins. Það eru þeir sem munu ákveða hvaða mörkað við höfum aðgang á hvaða tollaskilyrðum og slíku. Það eru þeir sem munu taka yfir gerð tollasamninga og svoleiðis. En annars held ég að þetta mál vexti, matarverð, aðgang á mörkuðum, það er auðvitað mikilvæg mál en málið er náttúrulega miklu stærra og það snýr á fullversli Íslands og sjálfstæði landsins. Við börðumst fyrir því í 250 ár að verða fullvalda. Það var mikil óánægja hér á Íslandi. Nú er ég að gæta mín svolítið vegna þess að ég starfa hjá dönsku fyrirtæki og er búsettur og starfstöð þess fyrirtækis í Evrópu. En það var samt þannig í gegnum aldirnar við vorum mjög ósátt við valdið í Kaupmannahöfn. Hvernig útflutningur og innflutningur var heftur, embættismannaskipun og slíkt sem við höfðum ekkert að segja. Okkur líkaði það ekki. Við börðumst gegn því, svo fengum við fullveldið eftir áratuga baráttu 1918 og svo lýðveldið 1944. En þetta er svolítið langt síðan og við erum kannski búin að gleyma þessu einhverju leyti en að gefa þetta upp á bátinn og fela valdið Brussel í staðan fyrir Kaupmannahöfn það bara er mjög órökrétt fyrir mér vegna þess að okkur hefur vegnað vel undanfari áður. Á alla mælikvarða er Ísland með betri efnahag en meðaltali Evrópusambandsins. Við myndum þurfa að greiða með okkur inn í Evrópusambandið. Við höfum í dag aðgang á öllu sem við viljum, hinn almenni borgari villur Evrópusambandinu. Við getum farið í frí, við getum farið í skóla, við getum selt vörur, við getum keypt þær, við höfum allt sem við viljum. Af hverju viljum við gefa okkar efnahagslega sjálfstæði upp á bátinn og afhenda það til Brussel þegar við erum náðum í frá Kaupmannahöfn 1918. Með herkjum, en fulltrúar í áhreifingarinn, fólk sem vil kíkja í pakkan, það segir, það skadar ekkert að sjá hvað okkur stendur til boða, það segir, fólk í efnahagslífinu skoðar auðvitað alla valkosti, fólk fyrir jafnvel og kannar möguleika á kaupum og fyrirtækjum sem það er ekki alveg vist með hvort að það vilji kaupa, skoða tölurnar og rýnir í markaði. Hvert er tapið af því að fá þá þennan umtalaða 500 síðna samning á borðið? Já, en þetta er sko eiginlega tvíþætt. Það er þetta með fullveldið. Fullveldið snýr að stjórnmálulegu og efnahagslegu sjálfstæði. Við munum alltaf gefa upp við efnahagslegu sjálfstæði.
Það engin vafa á því. Það það sem Evrópusambandið er. Evrópusambandið upprunalega tollabandalag og allir samningar, fríverslunarsamningar, allir tollar, allt með inn- og útflutning, allt með hreyfing á vörum og fólki, það mun fara yfir til Evrópusambandsins. Það sem við viljum semja og það sem í áhrifur enginn vilja skoða eru undanþágur. Ekki undanþágur á þessu efnahagslega sjálfstæði. Þetta undanþágur sem varða fiskimiðin, landareignir og bændur og slíkt. En málið það að það verður ekki hjá því komist að gefa upp hið efnahagslega fullveldi. Og fyrir mér það bara algjört nei. Viljum aldrei gefa upp okkar efnahagslega fullveldi. Og Evrópusambandið ekki með efnahagslegan vöxt. Það í hnignun. Löndin sem með efnahagslegan vöxt, það eru Bandaríkin, það Indland, það Kína. Þar eru framtíðarmarkaðir Íslands. Ef við efnum til meiri, Bandaríkin eru líklega okkar stærstu og mikilvægasti markaðir í dag. Ef við göngum ekki inn í Evrópusambandið, þá erum við ekki að tapa neinu. Við verðum áfram með Evrópska efnahagssamninginn. Það enginn að segja að hann sé að fara eitthvað. Við verðum áfram með aðgangað Evrópusambandinu. Við getum áfram farið þangað í frí, við getum áfram farið til Spánar, við getum áfram keypt okkur íbúðir á Spáni þegar við eldumst. Við getum selt vörur, við getum búið þar. En við getum fengið evrur. Menn hafa telja mikið kosti því að losna við íslensku krónuna. Já, en ef við fáum evruna, að þá gefum við upp hluta þessu efnahagslega sjálfstæði, þá erum við ekki lengur með seðlabanka sem getur gripið inn í þegar við verðum fyrir áföllum, til dæmis eins og eftir COVID, stór efnahagslega áfalli í stórum íslensku fyrirtækjum. Ef að það verður mikill brestur á fiskveiðum. Þannig að og þá getum við ekki hnika til gengi krónunar til að tryggja til þess fulla atvinnu. Ef við horfum á markaði sem eru kannski svona lönd sem hafa svona eitthvað svona element sem við höfum. Við erum ekki með mjög svona stöðugt efnahagslíf. Við erum háð komu ferðamanna. Við erum háð aflanum í sjónum. Vissulega hugverkaiðnaðurinn að eflast mikið. En það geta komið upp aðstæður þar sem að það verða verulegar sveiflur á komu ferðamanna, verulegar sveiflur á fiskveiðum. Ef við getum ekki hnikað til gengi krónunar, þá þetta hnikað til atvinnustiginu. Og við erum með lönd í kringum okkur, til dæmis Spán, Portúgal, sem eru með gríðarlega hátt atvinnuleysi. Finnland hefur verið nefnt núna, sérstaklega unga fólki. Já, einmitt akkurat. Og þegar þú rýnir í tölurnar og sérð að með við kaupmátt og fermetraverð á húsnæði, og þá húsnæði raunverulega enn ódýrar í Íslandi en í þessum nágrannalöndum okkar. Viljum við gefa það upp og fá krónu, fá evru og á móti hugsanlega sjá fram á stór aukið atvinnuleysi þegar að verða svona ytri áföll. Eitt atriði langar mig til að nefna hér sem að hefur verið haldið á lofti í umræðuna undanfarnu, og það að þeir sem að séu á móti því að sjá þennan margumtalaða samning séu meira og minna forstjórar stórfyrirtækja og auðkýfingar. Þú fyllir báða þessa flokka, vill svo til. Þannig að ég velti fyrir mér hvernig bregstu við því þegar þeir segja þetta ekki fólki sem getur lagt mat á það hvernig stað almennings á Íslandi eða hvernig hún mun breytast. Eru þeir sem að eigi fjármagnið í landinu að reyna að verja aðra hagsmuni heldur en fólki sem að borga vexti af sínum húsnæðislánum? Það held ég ekki. Ég hef náttúrulega verið áskaplega gæfusamur í mínum fyrirtækjarekstri og mína fjölskyldu og í mínum störfum. Og það má náttúrulega ekki vera þannig þó ég hafi verið ákveðinleiti heppinn í lífinu að ég með ekki hafa skoðun á hlutunum. Með vexti og vaxtastig og þetta efnahagslega sjálfstæði að þegar við vorum, þegar valdið var í Danmörku að það voru ekki
það var almenningur í landinu sem að þjáðist. Það voru þegar að Jón Sigurðsson var styrktur til þess að vera í Danmörku. Þá voru samskot frá öllum bændum og búaliði á Vestfjörðum til hann geti verið úti í Kaupmannahöfn og talað máli Íslendinga til að við fengum þetta stjórnmálalega og efnahagslega fullveldi sem við svo fengum svo fyrir hans tilstilli og annara að það hafi verið auðmenn sem hafi verið á bakvið Jón Sigurðsson, það hafi verið auðmenn sem hafi viljað sjálfstæði Íslands, efnahagslegt sjálfstæði, það haldi sér alveg út í kú. Ég held að hinn almenni Íslendingur vill að Ísland sé sjálfstæða land og við erum bara full sjálfstæð ef við erum með efnahagslegt sjálfstæði og stjórnmálegt sjálfstæði. Og þessi samningur og aðild að Evrópusambandinu snýst að við gefum upp hið efnahagslega sjálfstæði. Og ég held að það sé mjög fáir sem vilji það. Nú eru menn að hugsa að það sé að einhvern veginn vera með einhverju undanþágu fyrir hinn og þessu. En svo ég sletti að the end of the day þá snýst þetta alltaf að gefa upp okkar efnahagslega sjálfstæði. Og okkur hefur farnast vel gegnum áratugina. Við erum með betri efnahag, hvernig sem á það litið, samanborið við meðaltal Evrópusambandslandanna. Þannig af hverju ættum við að gefa upp betri efnahag til að fara inn í samtök sem eru með verri efnahagslega parametra. Nú talarinu að öðru, fyrst að ég náðir hingað á svæðið. Þú starfar núna fyrir Kóloplast, Kerecis er hluti af þeirri samstæðu. Við hlutum fréttir að því daginn að yfirmenn herafla NATO hefur komið á Ísafjörð að kynna sér starfsemi og annað. Er mikil gerjun í þessu eða gengur þetta bara sinn vana gang reksturinn í þessu magnaða sáraróði? Nei, hver dagur í Kerecis er raunverulega ævintýri og nú eru verða 3 ár liðin síðan fyrirtæki var selt og þetta er afskaplega skemmtilegt starf. Við erum að nota vörun okkar, upprunalega notkun og vörun fór við síkisár, svo fórum við yfir í skurðsár og brunasár og við erum að nota vöruna mikið fyrir brunasár, til dæmis Crans Montana slysinu sem var í Sviss sem 120 manns brunn og 40 létust, 40 skaðbrunni. Varan okkar hefur notað í Nagorno-Karabakh stríðum þar fyrir nokkrum árum. Það nota núna því sem næst hverjum degi á sjúklinga í Úkraínu. Þetta er að vekja athygli og það var mikil heiður að fá þessa sendinefnd frá NATO í heimsókn til okkur í Ísafirði og tala það hvernig við getum aukið viðbragð NATO við svona hópslýsa, hópbrunarslýsum og þau eru svona brunarslys eru mjög erfið. Það þarf 20 lækna og hjúkrunarfræðinga til að meðhöndla einhvern einasta sjúkling. Það þarf að gerast hátækni sjúkrahúsum, það þarf mikið efni. Sárin sem við erum til þess að meðhöndla sykursýkisár, þau eru djúp en eru frekar lítil. Þegar stóru brunarsár eru kannski 80% af líkamanum, mjög stór, og það er kannski 2000 sinnum meira efni fyrir eitt brunarsár. Þessu sykursýkisár, þannig mikið magn. Það voru fréttir varðandi þetta svissneska mál, þetta eina mál sem er auðvitað stórslis en takmarkaði fjöldi í sjálfu sér, en hann Þurjós lagerinn af roði. Já, og sko þetta voru 120 manns, 40 létust og 40 fengu mjög alvarleg brunasár. Og þetta seldi bara allt á annan endan í Sviss og löndunum í kring. Og öll þessi hátækni sjúkrahús í Suður Þýskalandi, Sviss, Austurríki, Norður Ítalíu og Frakklandi, að það var bara allt á yfirsnúning og allar bjargir kláruðust, ekki bara okkar vörur. Og við reyndar nutum þess að Landhelgisgæslan hjálpaði okkur þegar lagerinn okkar kláraðist þarna úti og flögum með vörur út til að geta hjálpað þessu fólki. En aftur til NATO, að það væri afskaplega gaman og mikilvægt ef við getum þróað viðbragð með roðunum fyrir svona hópbrunarslys. Þá ekki fyrir 40 manns, heldur kannski fyrir 4.000 manns eða 40.000 vegna þess að það er þessi ógn sem steðir að okkur núna í Evrópu með Úkraínustríðinu, vonandi líkur því sem fyrst en
það ekkert ómögulegt að það verði svona stór brunarslys í Evrópu með svona einhverjum stór átökum þar sem munu vera 10.000 slasara og þá getur róð okkar haft rosalega mikilvægt hlutverk. Hvernig það gert? Hvernig geymir þessi vara búin til úr lífrænu lífmassa? Já, hún geymist í 5 ár og raunverulega mögulega 7 ár eða lengur. Við erum að mæla núna alltaf á hverju ári. Við erum rauntíma öldrunarmælingu þar sem við erum að fylgjast með hvernig hún geymist í þessum dauðhreinsuðu pakningum. En það ekkert sem segir að við getum ekki, og við erum núna með samninga við sjúkrahús í mörgum stöðum í heiminum þar sem við erum að viðhalda fyrir þau svokallaða neyðarlager og þá komum við upp kannski vörum fyrir 40 sjúklinga eða 50 sjúklinga og svo fyllum við á hann alltaf þegar vörurnar renna út. Þannig að spítalinn alltaf með lager fyrir einhvern ákveðin fjölda sjúklinga. Og við getum skalað þetta upp í samvinnu við NATO og komið fyrir slíkum lager í mismunandi löndum í Evrópu. Við getum líka fryst roð, óunnið roð og getum á stríðstímum komið upp framleiðslu á sáraroðinu nær vígvellinum og aukið viðbragð þannig. Er það framleiðslu geta sem auðvelt að skala upp? Nei, hún kannski ekki auðvelt en það mögulegt. Við erum búin að þróa svona módular tækni þar sem við erum með svona 1 cleanroom fyrir hvert framleiðslustig og röðum svona saman raðtengjum þau fyrir hvert framleiðslustig. Þannig að við erum, og það náttúrulega aukast mikið salin hjá okkur alltaf, 20-30% vöxtur. Þannig að við erum alltaf að búa til svona nýjar framleiðslu lengjur. Þannig að við erum komin með svona góða tækni í að koma því fyrir og skala upp og það ekkert sem segir við getum ekki gert það á öðrum landfræðilegum stöðum. Það gerist alltaf á Ísafirði í dag. Já. Síðast þú komst hérna til mín þá var nýbúið að sparka þáverandi forstjóra Coloplast úr starfi af því að það hafði gengið misvel að halda hlutabréfaverðinu uppi. Ég spurði hvort að þú væri að fara að taka við og það var ekki, en hvað er framöndan hjá þér? Ætlar að verða gamall maður í Danmörku? Já, það held ég nú ekki. Það komi nýr forstjóri. Mjög flottur, þetta Gavin Wood og hérna kemur á Johnson & Johnson. Hann mikil bylting fyrir Coloplast, þannig að Coloplast er svona traditional danskt fyrirtæki. Hann Kanadamaður. Þannig að ég hef rosalega mikla trú á honum. Þannig að ég held að framtíðin sé mjög björt fyrir Coloplast. Nú að vera komið 3 ár síðan að fyrirtæki var selt. Eins og ég nefndi áðan þá var ævintýri á hverjum degi að vera í Kerecis en ég ætla ekki að vera þar í mörg ári viðbót. Það verður rosalega gaman að geta flutt aftur hingað heim og sinnt svona öðrum hugðarefnum og ég á 2 börn sem hafa ekki lokið skólagöngu ennþá og það verður gaman að leyfa þeim að klára þá skólagöngu hér á Íslandi. Það hefur ekkert minkað áhuginn á því í allri rigningunni. Ertu búin að vera á Austfjörðum kannski? Nei, ég er búin að vera núna fyrir vestan í 3 ár, undan 4 vikur. Og rignt þar niður? Já, það hefur reyndar verið það hefur verið frekar leiðilegt veður, en það hefur ekki verið svona kannski mikið rok, en það hefur verið svona rigningamistur sem er mjög, mjög sjaldgæft. Yfirleitt er veðrið á Ísafirði þannig á sumrin að það er svona í kaldara lagi, kaldara en við venjast í Reykjavík. En mjög oft svona heiðskýrt og fallegt veður með logn. En veðurlagið núna í sumar hefur verið allt öðruvísi. Það hefur verið mun votara og þessir heiðskýru dagar, kaldir 6 gráður, þeir sem eru svo unarslegir, þeir hafa ekki komið. En ég var að skoða veðurspána áðan og núna er bara spáð sól, bara eins og langt og ég skoðaði norsku veðurspána sem er 10 dagar og það er bara sól bara 10 daga. Þannig að endilega drífðu vestur. Og þú á leiðinni vestur? Já. Það er rétt. Ég óska þér góðar að ferða þangað og þakka þér fyrir að gefa tíma til að ræða við okkur hér á vettvangi spurninga. Takk, bless. Það var ekki meira á vettvangi þáttarins þessa vikuna. Þættirnir voru þetta 2 því að við fengum hingað til okkar Arnar Sigurðsson og Kára Stefánsson á þriðjudaginn eins og þið flest vitið. Hvet ykkur til þess að hlusta á þann þátt ef þið hafið ekki nú þegar gert það. Annars verðum við hér alveg ábyggilega á sama tíma að vikuliðinni klukkan 2 á föstudaginn. Verið sæl.